live from Sandgerði, hlaðvarpið Sæll bróðir. Og hér eru þáttastjórnendur ykkar, Arnór og Andri. Já. Sæll bróðir. Sæll bróðir. Við erum velkomin í hérna fyrsta þátt af Sæll bróðir. Heldur betur. Sem að heitir jú Sæll bróðir út af því að bróði vors kærleikur okkar æðsti maður og drottinn. Nei. Nei. Þess að við vissulega, jú. Jay-Z, 99 vandamál en ekki það en Jay-Z. En þú ert vissulega minn bróðir. Já, og þú ert vissulega minn bróðir líka. Nákvæmlega. Og hann ekki í þráðbeinni frá Sandgerði. Já, af því að við erum mættir í Sandgerði, eða þú ert mættur til mín í Sandgerði. Heldur betur. Þú ert nýfluttur. Ég nýbúinn. Til mín í Sandgerði, ekki til mín. Þú ert búinn að kaupa íbúð í Sandgerði. Heldur betur. Sem okkar happy place. Já. Myndir ekki segja það núna? Að Sandgerði okkar happy place. Jú, vissulega. Sumir vilja halda að það sé garður. Eða vilja það sé garður. Ég veit ekki það. Ég náttúrulega, ég hef alltaf búið, við náttúrulega erum frá Selfossi. Já. Og flytjum til Keflavíkur þegar ég 7 ára og þú ert 13 ára. 13 ára. Og höfum verið þar mikið. Já. Og ég hef verið í Keflavík alltaf. En þú náður að samfæra mig að flytja til Sandgerðis. Líka bara því að það var bara ódýrara verð og stærra hús. Ekki koma með eitthvað svona. Þetta bara fasteignamarkaður. Þetta the place. It's a magic place. It's a happy place. It's Sandgerði. Einmitt. En það var annarkvort að fara í Týndu Njarðvík eða til Sandgerðis. Og það bara styttra að keyra til Sandgerðis. Já, ekki fara í innri Njarðvík, sko. Nei. Þetta ekki fara í eyðimörkina. Þú kemur hingað í Sandy City eða eins og Star Wars nördarnir kallaði þetta Tatooine. Sandgerði. Sandy Hill. Ég er búin að vera að vinna mikið með Sandy Hill. Já, þú ert Sandy Hill maður. Heldur betur. Þannig að við erum mættir hingað og mér langaði kannski, það kannski klassíst að vera með svona kynningu. Já. Í fyrsta þætti. Í fyrsta þætti. En hérna, ég samt eiginlega svona. Þú ætla bara að beila á kynningu. Já, mér langar að beila en mér langar að gera þetta bara svona nýtmiðað. Bara örsnögt emitt. Þannig að, tilbúin. Já. Arnór, 33 ára, selfisingur, bí Sandgerði, happy place, kennaranemi, trúbador, spurninga quiz gerðamaður, já, bingostjóri, veislustjóri, tveggja barna faðir, giftur, bang, á ekki gæludýr. Já, þú ert með hringinn, já. Við vorum með þetta að pæla hvort þú ættir að taka hana af, sko. Já, ég veit að ég ætlaði að halda á mikrofónunum í hægri, en svo ákvað ég að halda á honum í vinstri. Ég færði hringinn á vinstri. Og nú heldurðu. Já. Þannig ég ætla bara að passa að vera ekki að dingla honum í mækin, að því maður er að pæla í ykkur svona hljóði, sko. En var þetta ekki bara áhugamál? Já. Star Wars, Píla, Liverpool. Hvað er mér meira? Ég veit ekki, tónlist, þættir, bíómyndir. Breaking Bad. Ég fer kannski út í mitt. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, það náttúrulega, gífulegt áhugamál. Jim Carrey fan, sem sagt. Já. Einmitt. Ég skal láta ykkur vita ef ég veit meira um mig. Þannig ég ætla að reyna að gera þetta eins kompakt. Já. Andri, 27 að verða, 28 þessu ári. Einstæður, faðir, bæng, fluttur í Sandgerði, nýbúinn að kaupa, stafrænn hönnuður, viðskiptafræðinemi, að klára í desember og starfa sem markaðsfulltrúi og áhugamál, fótbolti, Star Wars. Varstu búinn að segja faðir? Faðir, einstæður faðir, sagði það ekki, einstæður faðir,
Ert á Smitten? Ert á Tinder? Það var það sem ég ætlaði að nefna. Ert á Grindr? Ert á öllu þessum appum? Ekki á Grindr reyndar, en nei, ég ekki dottið þar inn. Nei, ok. En sko, já, það sem ég ætla að segja, ég er svo leiður á því að telja upp áhugamálin mín. Út af því að ef maður fer á til dæmis Tinder, til dæmis. Ok. Þar sko Er of boring að segja bara áhugamál? Ertu að segja það? Já, nei, sko, þar getur þú farið í áhugamál og það bara, ok, hver áhugamálið þín? Sci-fi myndir, PlayStation, Fortnite og það bara svona tilbúin valmöguleikar, movies, og síðan bara svona self-love, self-care og hversu leiðilegt að vera með það sem áhugamál, self-love. Ég áhuga self-love. Bara svona, hver áhugamálið þín? Self-love. Ok, shit. Já, og Smitten þá fara enga valmöguleika heldur þarf að skrifa þetta sjálfur og þá hef ég verið svona, ok, hvað er að skrifa? Ok, fótbolti, bíómyndir, þættir bara þættir og bíómyndir já, en þú veist, ég segi alltaf bara þættir og bíómyndir en það ekki bara allir með það og ef ég segi, svo segist líkansrækt en svo það bara svona er það samt eitthvað áhugamál, það ekki bara eitthvað sem ég geri? Já, ég er sammála sko, mér líður eins og allir hafi áhugamálin bíómyndir, tónlist eitthvað svona, en við eigum eitt breskanvinn sem er ekki með áhugamálið bíómyndir. Nei, reyndar. Hann veit ekkert bíómyndir. Nei. Heitir það Sam og Anthony Hopkins, en vissi ekki að þið. Sko, já. Það er rosalegt, sko. Já, þannig að það er ekkert allir það er ekkert allir með áhugamálin bíómyndir. Herðu, já. Eigum við ekki að auglýsa okkar gera eins og allir gera að auglýsa spons. Við erum náttúrulega sjálfsögðu sponsoraðir af Sæll bróðir alkohól frí. Skál fyrir því. Slímugur en bragðgóður. Nei, nú fæ ég bara svona eins og ég vilji bara fara á þjóðhátíð sko. Þannig að bara Sæll bróðir alkohól frí. Já. Eins og náttúrulega í fyrra þá fór heyrðu, að þjóðhátíðin þú getur sett það sem áhugamáli þér sko. Já, ég hef farið 8 sinnum á þjóðhátíð. Ég ætla að bæta því inn í kynningunni. Einmitt. Og í fyrra var ég bara í þessu sko. Já, þú varst edrú á þjóðhátíð og ég var svona basically edrú á þjóðhátíð með þér. Fylgdir því svolítið. Ég var að fylgja þér, ég tók ekki marga kalda. Þú ert edrú og ég er líka edrú. Já, nýdrú. Ég er nýdrú og nýdrú og ég er búin að vera í 93 daga. 93 daga, já. Vel gert. Takk fyrir að opna. Takk, já, ekki máli. Já, ég er í 256. Ég er alveg að vera komin í ár. Já. Og er þetta ekki miklu verra líf? Þetta er miklu verra líf. Við erum að rota okkar lífið, sko. Já. Þetta er bara ekki worth it, ekki gera þetta. Það er erfitt að vera meðvitaður allt lífið, skilur og já, þú vilt frekar slaka á meðvitundinni. En mér finnst best að lýsa þessu sem bara svona, ef ykkur er svona bara, oi, drekkur ekki, já maður, ég er að fucking rota okkar lífið, sko. Bara, fólk bara, oh fuck, þú ert að fucking rota þú ert að fucking viltur, sko, þú ert að fucking rota okkar lífið, sko. Rota okkar lífið. Shit, bara, ég þarf ekki neitt til að deyfa mig, ég rota okkar þessar tilfinningar. Nei, að sko, oft er í þáttum verið að auglýsa áfengislausan bjór. Já. Og núna erum við að auglýsa Sæll bróðir áfengislausan bjór. Áfengislausan Sæll bróðir. Og hann er það. Hann bókstaflega er það. Af því að við erum bara 0,0, já. Og þessi er hvað líkastur, bara eins líkur áfengum. Belgískum áfengum bjór. Já, hann er mjög líkur einum belgískum. Já, flaskan er mjög keimlík svona annari flösku. Já, flotta pakning. Já. Sæll bróðir, alkohól frí. Bæn. Sko, ég hafði ímyndað mér að það væri ákveðið veður og ákveðið væp þegar við störtuðum þessu podcasti og núna verði ég eiginlega svolítið meir af því að við settum kynningarvídeó á TikTokið okkar. Já, fyrir örugglega hvað, 1,5 mánuði? Já, af því að þú átti náttúrulega að fá þú veist, þegar maður er að kaupa íbúð þá er maður að búast við því að fá hann miklu fyrir og allt svona og síðan er alltaf að tefjast. Fyrsta dagsetningi var lok febrúar
En enda að fá hún að afhenda miðjan apríl og við erum að klára maí þannig að við erum að keyra þetta í gang núna en það sést á vídeóinu sem er með introlæginu okkar að þemað hjá okkur er happy place að við og þið sem eru að hlusta ég veit að þið voruð ekki að búast við því að þetta væri ykkar happy place og kannski er þetta svolítið mikið vonbrigði fyrir ykkur að þetta sé ykkar happy place en voru ekki alveg að búast við því sko að þetta væri þeirra happy place en síðan er þetta ykkar happy place og það er bara staðan og í fyrsta þætti hafði ég ímyndað mér að það væri annarkvort sólarupprás eða sólsetur og akkurat núna er hið fullkomna sólsetur og maður ætti eiginlega bara að hlusta á þennan þátt eða horfa á þennan þátt mér finnst að fólk ætti ekki að vera að hlusta á þetta fólk á annarkvort að vera að fylgja okkur á TikTok og sjá einhverja klippur eða þá að sjá okkur á YouTube eða Spotify og setja í TV-ið á meðan þið eru að gera eitthvað annað það er mest næs það er væpið sko það er væpið og síðan ekki horfa nema það sé sólsetur eða sólarupprás þegar það er glampandi sól já, þú veist ég líka bara sko mér líður eins og ég hafi ekki upplifað bara sólsetur bara í mörg ár þangað til ég flutti hinga og núna eru bara öll sólsetur í heimi bara þú ert við sjóin gamli þú ert við sjóin, þú horfir út gluggan og sólin sest bara ofan í sjóin ég veit það og fyrsta sólsetur sem ég upplifði hérna ég var bara að keyra heim í bara svona við vorum bara búnir að parkettleggja og bara svona, þetta er nú flott ég ætla bara að fara heim að leggja mig smá og var að keyra frá Keflavík og heim og sé í sólina vera að setjast og það var svona togari beint fyrir framan sólina pínu lítill, lengst í burtu þannig að sólin var að setjast og sást bara skuggina á einhverjum togara fyrir aftan risastóra sólin settist í togaran og þetta var bara sjórin bara þráðbeinn togarinn hann þetta var svona eins og í bíómynd bara og þá var ég bara ég er komin heim þetta er mitt happy place það er það sem maður hugsar þetta knúsaði mig bara og það er náttúrulega þú veist, það gæti ekki verið skemmtilegra að byrja hlaðvarp þegar að það er þetta vor og er bara komið sumar einmitt fólk að fara í roadtrips líka sko, það er hægt að hlusta á þetta í roadtrips og svona þetta er næs í bíl líka og vera sko að horfa meðan þú ert að keyra með þetta beint fyrir framan andlitaðir bara þetta er allt sjálfkeyrandi í dag sko. Tesluna er alveg bara ég elska þetta einmitt það er kosturum við Tesla sko. nei, en svona það er nú kosturum við Tesla sko mest megni sjálfkeyrandi heldur betur en þetta er orðað að veruleika þetta er bara búið að gerast, Andri við erum bara mættir og ætlum okkur að vera hérna með þennan skemmti þátt ókomna tíð og þetta verður svona happy place ég er með lið kláran Ertu með lið kláran? Já Viltu henda okkur í hana? Já, ég skal henda okkur í liðin happy place Nostalgía, góðar minningar, flashbacks, staðirnir sem veita þér ánægju. Það er komið að Happy Places. Wow. Velkomin í Happy Places í Sæll bróðir. Takk fyrir. Sko, tilgangurinn með þessum lið er svolítið að ferðast landið og pæla þessi í Happy Places í þessu, þú veist, við gætum tekið Kópavog, Selfoss, Akureyri, þú veist. Já, þú veist að taka fyrir yfirleitt einhvern einn stað þá. Svona taka kannski top 5 Happy Places í Kópavogi, til dæmis. Já, ok. Það er svona pælingin, en út af þetta er fyrsti þátturinn, að þá langar mig svolítið að breyta þessum lið. Já, við ætlum að fara strax í smá tilbreytingu. Í fyrsta lið. Já. Af því að þú veist, hugsunin er að þetta muni verða síðan fjalla Já, bara fyrir bara þannig að við vitum hérna bara að þessi skjálfest sko original pælingin. Já, en nú ætlum við að breyta henni. Strax í byrjun. Og við erum svolítið andlegir í
andraleg í þetta skiptið af því að mig langar að tala hluti sem að koma mér á my happy place. Ok. Já. Hlutir sem koma þér á þinn happy place. Já. Ok. Bara almennt. Já. Okay. Og sko og og ef ég tala nú bara TikTok-hljóðin sem að Það þarf að vera beint í TikTok-hljóðin bara. Nei, sko ég var næstu farin að tala bestu TikTok-hljóðin eða eitthvað þannig. Já. En hvaða hljóð koma þér á svona láta þig svona fá sumarið akkurat núna. Og það líka, þú veist, þegar við horfum tilbaka á þennan þátt þá þetta í gangi á TikTok. Einmitt. Og hjá mér þetta svolítið bum já, með Issa. Já, það summerið í já, og Justin ég alveg lost hana. Hvað þetta? Þetta Beauty and the Beat. Beauty and the Beat. Justin Bieber. Já, byrju, þetta ekki hana Hallelujah. Nei, Hallelujah, það líka svona trending. Það eitt sem ég fæ svona smá bara svona, ég verð svona allt Hallelujah, íbúðin Hallelujah, Sandy Hill Hallelujah. Hvað myndum við gera Hallelujah? Ég veit ekki hvað það við þetta trend, en ég fæ alltaf smá kjánaroll. Þetta bara eitthvað svona bara svona, ég veit það ekki. Þú veist, stundum þetta alveg fáránlegt. Það bara ok, þetta eitthvað góðu svefn, halleluja eitthvað, ég bara eitthvað svona okay. Oh my God, því að lagið svo svona, þetta svo dramatíst ég held að þetta sé ekki trendi sjálf mér finnst bara lagið fá mér ís halleluja mér finnst bara lagið sjálft svolítið aðsannlegt. Wow, he said it herru, JB hot take myndi ég segja en ég satt alveg JB maður, þetta ekki af gott og stay sem hann gaf út í COVID. Já, en það enginn að tala það á TikTok, Andri. Þetta eru 2 lög með Justin Bieber sem við talaðum. Það Beauty and the Beat og Hallelujah. Okay. En hvað myndum við gera þá, við erum mætt í Sandgerði, hvað myndum við gera Hallelujah? Íbúðin Hallelujah. Já, sólsetur Hallelujah. Cozy time Hallelujah. Gera podcast Hallelujah. Þetta nefnilega bara shit, sko. Já, ok. En sko, ég ætlaði ekki að tala þetta í liðnum. Nei. Við erum svolítið, þetta svona forliðurinn að liðnum mínum. Já. Þessi liður eru orðin bara eitthvað allt annað. Já. En, umræður. Ok. Herðu. Bara fyrir tilbaka. Byrja á nýtt. Ok, hlutir sem að koma mér á minn happy place. Yes. Ok, þá erum við að tala þegar sólin skín á sjóin á litlu brimin, það ekki öldur, þú sér bara svona ding, 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 já, þetta svona pínu litlu brim, já, litlu brimöldur, sólin skín á pínu litlu brimöldur. Herðu, hvað er bara að vera hringími henni í miður kasti? Það náttúrulega ekki hægt. Það ekki bóli, ég líka pæli nú tölvan farin á lokk, ég ætla bara að gá til öryggis. Já. Hvort þetta sé ekki alveg örugglega ennþá í gangi? Jú. Þetta ennþá í gangi, maður. Þetta ennþá í gangi? Já. Ok. Þetta lifandi podcast, eins og ég segi, það room for improvement, þetta bara fyrsti þáttur, við erum að læra á þetta. Já, þetta allt eins og að vera. Þetta sambandi hérna í þokkabót, svona. Já, ok. Herri, við tölum sólina, hún skín á vatnið svona. Já. Og síðan það sko, hvað langar mér að taka? Já, ok, það eru fánar úti. Það náttúrulega komið ný lög með hana íslenska fánan. Það megi núna vera 24/7. Já, einmitt. Og þegar maður sér fána, jafnvel þótt að sé bara einhver búðarfáni, bara einhver fáni og það ekki alveg logn. Það svona léttris á fánanum og hann blaktir. Léttrís á fánunum. Sko fánin, já, hann léttrís. Bara svona löfléttrís á honum. Hann svona, fánin í semi fánin í svona löfléttum semi Nei. Já, þú veist, já, og hann svona, og þú heyrir í honum, sko.
blakta svona. Já, þú veist bara þú fær netta gæsahúð jafnvel svona smá heitur svona blástur skilur svona sumar blástur já, einmitt ok, og þú ert líka í pottinum og hann glitrar potturinn já. Og ég var með syni mínum í pottinum í gær já. Og ég fekk bara svona hlýju sem að ég fekk bara svona flashback bara til 1997 eða 98 þegar ég bara pingu lítill ég fekk bara svona einhverja nostalgíu hlýju sprengju og ég var að hugsa hvort hann sé að upplifa það líka núna og þá var ég veltaði fyrir mér hvort að hann sé að upplifa bara the good old times þarna sko og ég þá ekki bara líka að upplifa the good old times Þetta svolítið svona eins og í Office einmitt, I wish I could know when I'm in the good old days Já Það var einhvern veginn svona Það var eitthvað í þá Þetta var ekki rétt að vera I wish there was a way to know when you're in the good old days Ég held að það var það Já, ok, sko, en þetta verður betra og betra, Andri Ok Af því að í pottinum þá Harley Davidson Það Já, mótorhjól Já, sem að rumskar Já Það rumskar og fer að stað Finnst þið það næs? Mótorhjól, já, Harley Davidson Já, það ekki svolítið svona kalla eitthvað Nei, bara heyra þetta maður Já, bara heyra þetta og hugsaðir líka hversu mikinn tíma hafa mótorhjólakappar eða mótorhjólafólk Já Þú veist, hugsaðir hvað bara svona ég ætla að setjast á þetta hjól og njóta Þú ert ekki að setjast á þetta hjól til þess að skila einhverjum skjölum í einhverju stressi ég ætla aðeins að skreppa í bónus ég ætla aðeins að gera þetta Það væri samt helviti töff Það væri töff Pældi ég að vera gæinn sem mætir í bónus og Harley Davidson Það gæinn sem ég Já, ok, það töff En ég meina Já, en þú ert bara þetta hversu mikið ert að slaka á þegar þú sest á mótorhjól Þetta ákvörðun að slaka á Þess vegna slaka ég á og heyri í þessu hjóli Ég fæ samt svona eins og svona bara fyrsta sem ég hugsa með mótorhjóli bara eitthvað svona en svo lendir hann bara einhvern tímann í slysi og bara búinn, skilur Þú hugsaður slys þegar þú bara heyrir í mótorhjóli Já, og ég líka sko það líka bara að þú sérð bara þyrlu Nei Þyrlunni, þetta grínast hvað það geggið Litla rellur Nei, ég að meina sko líka bara háara bíla yfir höfuð sko allt þetta bara vera á ramanni sko bara ekkert bara allt getur hljóðlátt nema formúlubílar þeir með að vera háarir Já Það fíla ég Mér finnst bara alls konar svona hljóð vera svona geggjað bara brings me to my happy place sko. Ég skilði Hjólísi að keyra fyrir fram að þig Þú ert að keyra og það gaur með hjólísi fyrir fram að þig Fucking pirrandi sko maður bara eitthvað af hverju hann á 70 fucking Ok, reyndar og maður bara eitthvað, ég næði ekki að taka fram úr til fucking innbreiðu vegur Ég elska að þú ert mjög gott mótvægi í þessum lið til þess að finna út úr þessu sko Einmitt, en þú veist Ok, þú getur á Reykjanesbrautinni það í lagi en ég sé fyrir mér að vera bara að keyra þú veist bara vestan eða eitthvað og þú bara nærði ekki að taka fram úr og hann bara eitthvað á 70 í beigjum og þú bara eitthvað við erum bara að senkum klukkutíma við erum ekki að fara á Akureyri alveg strax sko Ok, point taken og þú ert með, ég elska að þú sért að kombata það sem ég er að segja þú getur ekki kombatað þetta af því ég sá creamy gula korvettu ég sá creamy gula korvettu sportbíl þú sér bara hann flottur Hefur þið séð hann? Veistu hvað bíl það? Ég held ég viti hvað bíl Er það grínast hvað hann sumarlegur? Hann rosalegur Hann svakalegur sko Hann ógeðslega sumarlegur Hann má vera áver Já Það alveg fair Ok Það fair Herru, síðan Síðan Spánverjar að tala spænsku í krónunni Ég fekk gæsáð í krónunni og ég var með búðakerruna og ég fó bara við hliðin á þeim ekki til þess að velja með vörur Hola ¿Cómo está? Muy bien þau voru bara að tala saman bara svona mjög venjulega spænsku bara mjög hratt og svona af því að þú veist, ég var nýbúin að vera fyrir utan
að sjá fánan blakta, sjá krímigula korvettu, sjá hjólísi, sjá Harley Davidson og svo var ég bara að labba. Ég sá líka fólk í stuttbuxum að labba inn í körfuboltatreyjum og svo labba ég inn og krónubúðin, hún er svona, þú veist, hún er svona amerísk einhvern veginn. Þú veist einhvern veginn í, það var svona hiti og svo... Allir túristanir eru hana. Já, og þú svo heyrður Spánverja að tala. Bæn. Mér að heyra Spánverja að tala í krónunni er bara eitthvað, ég fæ bara gæsað. Og var það svona loka punkturinn? Fantastico. Bara bæn. Það var loka punkturinn. Wow. Já, fyrir utan náttúrulega nýslegi gras og fuglasöngur og allt þetta basic sko, en þetta kom fantastico. Mér... Já. Es fantastico. Það er einu sem ég segi bara. Og ég loka liðnum. Já, takk. Þú mátt loka honum fyrir mig. Nostalgía. Wow. Góðar minningar. Flashbacks. Staðirnir sem veita þér ánægju. Það er komið að Happy Places. Já, það er enda ekki komið að Happy Places. Vorum að kveðja. Manstu þetta kinninum? Manstu þetta hugmyndum minni að kinninum sem að, vissi ekki hvort að þáttunum var að byrja að fara. Komið að fara. Já, herðu, þá er þetta bara komið í dag. Já, veriði sæl og komiði sæl og blessuð og þetta er búið að vera frábært hjá okkur í dag og viðmælandi dagsins er rétt farinn og það er Andri, takk fyrir komuna og veriði sæl og veriði velkomin í þáttinn. Classic, hann er classic. Já, þetta er classic. Þetta er mjög gott. Góður. Þetta var góður liður og fínt að fá svona tilbreytingu í liðin líka. Bara svona loksins svona eitthvað nýtt, skilur við. Hittar orðið svolítið dræð. Fólk var orðið þreytt á hinni pælingunni með Happy Places. Oh man. En svo er bara, nú er náttúrulega að koma sumar. Já. Og það þýðir bara eitt. Það er heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Já. Og fólk er mispeppað, sko. Já, en ég er peppaður. Fólk er mispeppað. Líka, sko, þeir sem hafa ekki áhuga á fótbolta, væntanlega ekki, en þetta er alltaf vibe. Ég var að heyra að fólki sem er að fara á sjálfmót í sumar að þjálfa lið og eitthvað svona og það er HM í gangi. Hversu mikið vibe er þetta? Ég horfði á Ronaldo með klippinguna Brasilia, Þýskaland 2002 og horfði á hann skora menn ég var á sjálfmótinu. Ég var á N1 mótinu 2010 á HM 2010. Já. Og ég horfði á Ghana Uruguay á tjaldsvæðinu, skilurðu. Crazy leikur og þetta var svo þetta er svo eftirminnilegt, þetta er svo góð minning. Já. Bara HM 2010 og ég öfunda fólk sem er að fara að upplifa bara svona, skilur. Að vera á pollamóti og bara horfa á leikina og þú veist, og þú ert með bara stórmóti í gangi, það er ekkert betra. Og sérstaklega þegar er komið eitthvað svona það er alltaf svona lítil stef á hverju móti, bara þú veist, þú ert að kveikja á þessu og það er alltaf svona sama stefið. Akkurat. Eitthvað sem bara, þú veist, það má vera nánast hvernig sem er, eða þau eiga að vera svona einhvern veginn og það er svona kemur alltaf gæsahúð, jafnvel þú venst þeim alltaf. Já, það er einhvern veginn svona, maður er alltaf fyrir mótið, það maður ekki viss, maður er bara eitthvað svona, þetta verður ekki iconic, svo einhvern veginn bara svona gerist það alltaf, þetta bara verður til. Og þetta verður kannski út af momentum í leikjum sem að þetta bara gerir. En fyrir mér er þetta fyrst og fremst fashion show. Já, þetta er fashion show og þú veist, ok, þetta saminar fótboltaaðdáðina og það sem horfa ekki á fótbolta. Já, þetta saminar fútbolfans og fashion fans. Bang. Því að ég elska treyjur. Á ég að henda þér í innan lið? Já, herðu. Já, hendu mér í innan lið. Fashion fans. Velkomin. Það er bara miklu betur en soundboard. Það ekki? Jú, þetta var geðið. Það er ekki soundboard, sko. Nei, ég bara Þetta var geggjað. Ég er svolítið spenntur fyrir þessu fashion horni. Já, ég er nefnilega fashion fans. Ég elska fótboltatreyjur. Já. Og ég misti mig smá og gat ekki ákveðið, sko, ég held alltaf með frökkum. Já. Mér finnst þið geggjaðir. Já. Og en mér finnst svo marga flotta treyjur. Já. Ég keypti með 3 treyjur. 3 treyjur? Já, sem ég var að fá sendar í dag. Á ég hjálpa þér hérna? Á ég taka þér heyrnartólin? Taka mér heyrnartólin? Nei, þú ætlar ekki að klæða þig í. Þú ætlar bara að sína.
Þú ætla bara að sína. Já, ég ætla bara að sína. Og byrjum bara þessari. Ekki vera að sína. Það er Þýskaland Away kitið með Florian Wirtz aftan á. Þið sjáu þetta sem er á Spotify. Oh my god. Away kitið, sko. Flow. Þessi blái litur. Hversu nettur. Og heimatreyjan er líka geggjuð. Og ég hefði getað pantað hana líka, en ég veit ekki, það var eitthvað... Það er summer. Mér langaði eitthvað öðruvísi líka. Myndu sumir segja náttföt? Þessi? Já. Nei, þetta er iconic. Myndu eitthvað segja strætósæti? Er ekki allir sem segja það? Þetta er út... Herðu, þetta er ekki gaman. Ég þarf að vera mótvægi. Er ég ekki mótvægi? Ok, jú, ok. Vissulega geti eitthvað sett náttföt. Og heimatreyjan er meira iconic, en hún er samt svona svolítið copy-paste af gammandi treyju. Þessi verður eitthvað svona nýtt, ferskt og öðruvísi. Og svo er þetta Florian Wirtz. Já, sem er búin að vera ömulugur á þessu tímabili. Já, en geðveikur með Þýskalandi. Geðveikur með Þýskalandi. Hann mun örugglega gera flotta hluti. Já. Herri, hvað nobody ertu með næst? Það er einhver gæi í einhverju litlu suður-amerísku liði. Já. Og sem heitir Leo. Þetta er litli Leo. Leo litli Messi heitir hann. Ég var að sjá detail á þessari treyju sem er svo geggja. Fyrir utan þetta hérna World Champion. Já, World Champion 2022. Og það verður að segjast. Ertu að grínast með þetta munstur? Þetta er geggja munstur. Þetta hérna aftan. Já, Argentína hana fyrir aftan. Argentína í geggiðum. Þetta er svakalegt, sko. Ég elska líka fontinn. Það er líka kynning, sko, mig. Ég er Fonta-fan. Fonta-fan? Já, ég elska Fonta. Fonta-fan? Láttu ekki Fonta í suma. Já. Þú færi einhver. Já. En já, þessi er, og einhvern veginn í sömu litapaletu, smá, svona þetta eru blálita. Blálita. Og þessi geðveik. Þetta er svo fresh. Og líka, ég átti ekki Messi-drið. Mér langar alltaf að eiga Messi-drið. Já, og þessi er sexy. Þessi er sexy. Takk. Þetta er líklega síðasta stórmótið hans Messi líka. Já. Fokabót. Hvað ertu með meira? Og svo þriðja sem ég keypti var auðvitað mínum menn Frakkland. En þú hefur alltaf verið Frakki. Já. Ég veit ekki með hverjum ég held í ár, sko. Það er þessi. Þetta er sweet og það er einhver leikmaður aftan sem að mun tæta HM. Það er einhver sem að mun vera... Nei, býttu nú við. Hugo ekki tíke. Ég pantaði þessa áður hann að meittist. Hugo? Who went where? Who went to the go? To go... Ekki tíke? Nei, ekki tíke! Hver fór á HM? Ekki tíke? Nei, ég pantaði þessa og svona viku seinna var hann bara meiddur í 2 vikur seinna. Elsku kallinn, ég hef orkið núna en þetta er svona, við erum að styðja. Já, eða þú ert að styðja. Þetta er sko... Og ég verði þessari treyju yfir frönsku leikjunum. Já. Sko, og mig langar, þessi er ógeðslega nett treyja og takk fyrir að sína okkur treyjundar, Andri, í þessu fashion fans hortni hérna. Takk hérlega. Að þá verðum við, er gott að minna það, að við verðum live í sumar á TikTok. Já. Við verðum live í sumar á TikTok yfir völdum HM leikjum og það er nú bara gaman jafnvel þótt að þið fylgist ekkert með fótbolta því að það líka mun ekkert sjást í leikin, þið munum sjá skorið og svona en þið munum vera með okkur og við með Pop og Sæll bróðir alkoholfrí. Þannig að Sæll bróðir S-A-E-L bróðir á TikTok. Já, þið tjekkið á því. Sko, já, nei, ég er með þetta hérna. Þannig rakst þið í samanborðið. Þetta er bara flott. Rewind, við erum hérna ennþá í smá HM-hodni. Já. Tættu þetta í því. Já, herðu. Tættu þetta í því, við erum með HM-pakka. Þetta er nú ekki spons, sko. Þetta er bara að því ég vissu allar að sína HM-treyjur og ég sé nú mitt er strax hérna við hæfi. Þú ert svo snögg. Já, ég er svo snöggur. Sjáu þið þetta. Argentína, merkið í glansi. Það er nú ekki amalegt. Herðu. Ok, herru. Einni hendi. Já, ok, ég ætla bara að gera það snöggt. Það er nobody. Ok. Það er Huisen, já, flottur. Spáni. Minnst spænski gæi heimi. Nobody. Já, það er hérna svona og Tchouaméni. Já, flott. Frakki, Le Bleu. Lozano. Já, Harving, Lozano, FIFA Legend, hverju fleiri? Nobody. Já, það er bara Icon Kylian Mbappe. Icon Kylian Mbappe. Bang. Takk fyrir það.
Hann er mættur. Beint á glasið. Beint á glasið. Ég set beint á glasið. Mbappe á skengin og ertu búinn? Já, takk. Herðu, ok. Ég fekk hérna Jongwan Seul frá Kóreu, Jordan Henderson, England. Wow. Bernardo Silva, Portugal. Já. Og fleiri Konan frá Ivory Coast. Konan? Þetta kall? Osorio frá Sviss. Rasmus Højlund, Scandinavian Star. Sem að verður ekki á Danmörk er ekki á HM. Nei, ekki? Nei, þeir komast ekki á HM. Töpuð vító fyrir Tékklandi. Alveg rétt. Musiala, fan favorite. Það er nett. Og Power Up, Jude Bellingham. Já, ok, það er nett. Hann getur verið á glasinu mínu. Hann eru glasameistaranir. Heldur betur. 9 glasamótunar. Já. Líst mér á það, maður. Wow. Það er bara þannig. Já. Þetta er skemmtileg sound í þessu. Er það ekki? Jú, ég var aðeins að skoða þetta eitthvað. Herðu, ekki fara að hella niður í sófann. Ekki hella niður sætt bróðir. Nei. Við ætlum ekki að skoða þetta nánar. Hvað er komin í, sko? Herðu. Hvað ertu með eitthvað meira? Getum við, eigum við taka einn lið í lokin? Já, endilega. Af því að, og liðurinn er podcast um podcast. Wow! Quiz. Podcast. Er þetta quiz? Þetta er podcast um podcast. Quiz. Quiz, herðu, já, spurningameistarinn. Quiz Up, the Quizmaster. Ertu með eitthvað í soundboardinu fyrir þetta? Herðu, já. Getur þú leita? Já. Okay, let's go. Takk fyrir, það er quiz. Herru, ok, þetta er sem sagt að því að við erum í hlaðvarpi þá langaði mig að vera með quiz um annað hlaðvarp og hlaðvarp dagsins er blöðkastið. Ok. Þannig að þetta er quiz um blöðkastið / FNÍFM blöð. Já. Þá. Ég er nefnilega búin að vera svolítið lélegur í að hlusta á önnur podcast. Já. Nema hlaðfréttir. Ok. Og já, en þetta verður bara gaman. Já, ég ætla að koma mér í stellingar. Ertu tilbúin í fyrstu spurningu? Já, ég er tilbúin. Ok. Hvað kallast það þegar Auddi, Steind og Gils eru saman í stúdíónu? Heilaga þrenningin. Er þetta ekki aðeins? Eru þið með þetta? Það mætti vera rétt. Nei, þetta er fullu bátur. Alveg rétt. Já, það er fullu bátur. Já. Ok, hver er fyrirliði í FNÍFM blöð? Steindi. Nei, það er Gils. Nei, já. Ok, 2 röng. Sjöfull er ég að skýta hérna. Ok, hvað segir Auddi yfirleitt í byrjun þáttar á FNÍFM blöð? Já, það er spurningin. Are you ready now? Það er rétt, þannig fyrsta stíðið þitt. Vel gert. Ok, en hvað segir Auddi yfirleitt í byrjun á þáttum í blöðkastinu? Já, það er spurningin. Eru þið óviðbúin núna? Hann segir, það held ég. Hann segir, það held ég. Já, það held ég. Það held ég. Já, eitthvað svo leist. Vá, hvað ég náði Jóna mín. Já. Já. Það var ömurlegur. Þú náttúrulega Þú náttúrulega varst bara væral fyrir að herma eftir hlátrunum hans. Já, ég var aðeins búin að æfa mig á Audda eftir herminu minni. Þetta er svo klikaði maður. Þetta er svo vittlisvar. Okkur er þetta svo sett, Steindi. Já. Herru, en hvað segir Steindi stundum þegar Auddi spyr hann hvert hann hafi það? Ég er bara fyllandi góður og fráandi fín. Er það ekki rétt? Hvað segir þú? Jú, þetta er rétt. Ég er bara fyllandi góður og fráandi fín. Nei. Fráandi. Ég skrifa að ég er fráandi góður og fyllandi fín. Nei, það er öfugt. Það er öfugt, ok. Ég gefi rétt. Fráandi fín. Ég vissum að það sé rétt hjá mér. Já. Ok, hver leikur Brjátbreka? Það Hjörvar. Hafliða. Takk fyrir. Það er rétt. Já. Hver í FNÍFM blöð vann sem baðvörður? Herðu, það er Steindi. Já.
Yes. Hver af þeim vinnur sem einkaþjálfari? Gils. Ok, hver elsti og virtasti liðurinn í F95 blöð? Það myndur fyrir cash. Það sturlaða staðarindir. Ég vissi það. Já. Já. Ok, faðir hvers í F95 blöð oft með brandarahotn? Pabbi Steinda. Það rétt. Já. Hlusta alveg stundum. Hver uppáhaldstelling Steinda í betanum? Á hlið. Það rétt. Við hvað vann konan sem að Steindi reyndi við og elti niður í Kringlu? Hún vann líka sem baðvörur. Nei, það alvöru konan hans, en þetta hann sem hann elti og stolkaði. Nei, ok. Ég veit þess að sögu en ég man ekki. Stöðumælavörur. Í alveg rétt. Já. Ok, hvað útsinni uppáhalds útsinni hans Gils? Þróttaramerkið. Ocean View. Ok, hvað kallast liðurinn þar sem lagið ef ástinni Hrein spilað undir? Þekkið ekki. Það rétt. Bang. Og hversu oft hafa F95 blöð spilað á þjóðhátíð? Herðu, 6 sinnum. 10 sinnum. 10 sinnum? Yes, sir. Það rosalegt. 10 skiptir röð. Þess vegna þeir í fríi núna, sko. Mér líður eins og ég hafi bara í alvöru þess að 10 skipti. 10 skipti. Það rosalegt. Já. Vá. Það sturlað. Þetta var geggjað. Þetta var bara... Já, það ekki? Þetta var geggjað. Þetta var podcast quiz. Heldur betur bang. Já, það bara... Þetta var heldur næs. Það ekki? Jú, og ég meina svona spurningu sem ég er búin að vera að pæla í lokin. Já. Þetta var svona kasta herrið í öðru hlaðvarpi sem ég var að hlusta á í dag. Já, ok. Þegar þú klippið á þig tánaglunar, ferðu bara í bað eða í sturtuna og klippir það eða ertu að setja öklan á klósettsetuna og klippa þér? Hvernig eru menn að vinna með að klippa tánaglunar? Er það bara eitthvað, bara einhver staðar? Hún ruslatunnu eða? Nei, takk fyrir þessa spurningu. Já, bara. Ég hlustaði á þessa spurningu og tók hana inn. Já. Og þurfti þó ekki að hugsa mikið af því ég veit svarið. Þú veist svarið, þú veist bara rétta svarið. Eina rétta svarið. Já, ok, lát heyra. Það með hælinn á klósettsetunni, að sjálfsögðu. Er það? Já, það hár rétt. Það ekki rétt fyrir þetta? Sko, ég gerði það ekki þannig, sko. Gerðu það bara í sófanum? Nei, bara í sturtu eða eitthvað. Og bara, svo bara sullaði ég niður með hana sturtuhausnum. Já. En þetta alveg... Ég hef aldrei gert það. Ég hef aldrei pælt í einu sinni. Ég bara svona vissi ekki að væri valmöguleiki. Nei, þetta voru að tala um í hlaðfréttum. Eða Fannar, hann var að pæla í þessu. Já. Og ég fór bara að pæla í þessu hvernig það væri hjá öðrum þá. Nei, skilji. Það alveg valid spurning, sko. Já. Alveg for real, sko. High key. Já. High key valid. Ég bara takk fyrir þessa pælingu. Já, bara. og sko, mér finnst þessi þáttur hafa verið rock solid fyrsti þáttur. Er það ekki? Jú, mjög góður. Já. Og ég myndi bara mæla með því að fólk myndi followa okkur á TikTok. Heldur betur. Follow okkur á TikTok. Og ef þið eru að hlusta þetta einhvern veginn í gegnum TikTok, að þú veist, follow okkur á YouTube og Spotify eða eitthvað svona. Nákvæmlega, þetta fer allt inn á YouTube, þetta fer inn á Spotify. Og eiginlega sko mikilvægra, viljið þið followa mig á TikTok? Viljið þið followa mig á... Þetta gengið helviti langt með að biðja follow, sko. Arnór, fylgið Arnóri á TikTok. Heitir bara Arnór? Ert þú með username með Arnór? Nei. Herðu, nei, þú ert með Sölvason 5. Er það Sölvason 5? Og ég veit það því að mér finnst þú vera með ömulegt username. Þú verður að vera með skýrari username. Sölvason 5 er bara fínt. Sölvason 5. En þú veist, þú getur verið hvað Sölvason sem er. Michael Jackson var alltaf með Jackson 5, sko. Þá er þetta bara Sölvason 5. Við erum 4. En að fylgiði Sölvason 5 á TikTok. Og Andra Sölva. Það koma svona, Andra Sölva sem er Andri Snær Sölva. Andri Sölva. Ég stytti það til að hafa það þægilegra. Ég skil þig, ok. Sölvason 5. En þetta er líka bara
fólk ekki að followa það lækar rosalega mikið og síðan ekki followa sko. Já. Þannig að það þarf að followa líka sko. Það er að muni eftir því einmitt, það er rétt en svo berðum engin skylda skilur að followa skilur og það, ég teki það svolítið inn mig sko og hann að Jú Já Hvað meinur en þú veist, en nema Sælbróður þeim ber skylda að fylgja Sælbróður og mér og þér líka en þú ert með svona cozy vibes, þú ert cozy kóngurinn Já, ég líka bara ég datt í einhverja TikTok-lægð sko, ég bara vissi ekki hvað ég átti að gera sko. Þú ert cozy kóngurinn Já, þannig Aesthetics Já, hér, ég er búin að mynda þennan sófa rosa mikið þar Finnst þér ekki líka þá fínt að vera með fashionhorn? Einmitt talandi og líka sko í fashionhorninu þá getur þú farið að tala top IKEA hugmyndinar hluti, skilurðu? Herðu, já, talandi IKEA mér langaði svolítið að tala IKEA Ég var í IKEA Af hverju er ekki til bara með veitingastæður IKEA veitingastæður eða bakari sem er bara út allt Já, ég gæti fengið kjötbólur út allt Ef að IKEA væri bara með veitingastæði í Keflavík þá væri allir túristarnir að borða þar og allir væri að fara í kvöldmatar og þeir myndi bara græða massíft á því ég vil fara að sjá þá víkka út IKEA matvörumerkið sitt sko og byrja að selja bara matvöru almennt en ég skil samt hugmyndina að þau vilja bara selja þar því að þá fyrir fólk í verslunina og kaupi húsgögn sjálfsögðu, it's all part of the model og þau eru líka með besta verðið Ertu að grínast með þetta verð? Einmitt. Og bakaríð og allt saman bara, þetta er alltaf góð verð hljómar eins og auglýsing en við erum bara það miklir fans Vistu, við erum það miklir fans að við erum líklegast að fara að taka refsingu af því að við sökkum í fantasy draftdeildinu okkar eða fantrax eins og þetta heitir bara, ég vil meina þetta sé óefni en við bara sökkum greinilega og við erum að tapa og það er refsing í deildinu okkar að við þurfum að vera heilan dag í IKEA frá opnum til lókunar við búinir að ákveða það eða svona við erum búin að ákveða það að við ætlum að gera þetta svona saman við verðum hann að bræður á botninu sko. Við erum bræður á botninu við verðum hann að örgla báður sko. Það verður skrítið líka að vera einn bara eitthvað en maður getur stytt tíman með sko 2 mínútur fyrir hverja kjötbólu það er ógeðslegt sko en 30 kjötbólur og það er komið klullari maður þarf eiginlega bara svolítið svona að taka góðan tíma í hverju deild að skoða Ég getur prófað alla sófana í sófadeildinni á hálftíma og líka sko hraðasti tíminn að fara í gegnum IKEA einmitt og ég held að ég muni eyða mjög miklum pening og svo fær maður í bakaríið og svo fær maður í kaffihúsið svo fær maður þessi ís svo fær maður aftur í gegnum búðina komið niður að ísnum ég ætla að vera aftur hring annað áhugavert þó væri það löglegt en mér finnst það bara áhugavert er þetta að labba hringin í kringum IKEA úti og þú veist, og hvað takir það langa tíma? Lagurinn er reyndarlega orðin stórana fyrir aftan sko þú veist, og hversu langa tíma myndi það taka? Það myndi nú kvötta tíman Ég væri alveg til í að taka göngutúran í kring Enginn hefur séð þetta, það veit enginn hvernig það lítur út í kring Ég held að við erum að gera það líka það er þannig að ef við erum með hugmyndir hvað við erum að gera í IKEA því að það stefnir í að við séum að fara að gera þessa refsingu þannig að komum við með hugmyndir hvað við getum gert einmitt, heilt dagur í IKEA bang og síðan við erum 4 systkinin það var svona minn síðasta hugdetta að því við vorum að tala um að fylgja hver öðrum á TikTok og allt það og systir okkar er stór á TikTok líka hún Herdís Sölva hún er alveg low-key influencer sko hún er low-key influencer low-key sko og það er líka og svo bróður okkar Hrafnkell hann er ekki orðin komin í influencer hann mun verða það hann er samt hann segir það sjálfur hann er bara slagur sko hann er bara að spila tónlist og svona og kekja multitalented hann er multitalented en sko geitinn í tónlistaleiknum en bara þannig að fólk skilji sko að ég var búin með pælingu með hvað árstíðir við 4 systkinin værum að því við erum 4 systkinin eins og árstíðir að þá hugsaði ég að ég væri vorið að ég væri svona það er svona spennandi eitthvað að koma eitthvað, veist, og það er einhvern veginn svona það er eitthvað að gerast það er margt að gerast sko. Og þá er ég svona það er svona þetta er svo steikt pæling sem þetta fara að pæla bara í þessu bara áttum að ákveðinu og verð bara eitthvað í sófanum heima og verð bara eitthvað hvað orðstýðir allir við systkinin síðan
og síðan svo krútlegt, það svo krútlegt. Já, þú veist, og ég myndi segja að Herdís væri hérna sumar, af því að hún svona vill bara sé eilíft sumar, skilurðu? Já, hún vill ekki að sumar sé að koma, hún vill bara sé komið sól 20 gráður. Hún vill geta hjólað allt árið kring. Já, það svona býrinn í Danmörku. Já. Og síðan kemur kósikóngurinn, haustið, það þú, Andri haustið og Hrafnkell körfuboltagaur, mikill, og körfubolti bara spilar að veðna. Hann er veturkonungur. Hann er veturkonungur. Þetta var mín loka pæling og hann er kannski betra að spara eitthvað af þessum góðu pælingum fyrir aðra þætti. Það er búið að vera gaman. Það er búið að vera gaman en þér tókst að klúra því. Sko, soundboardið, maður getur bætt inn í það endalaust. Ok, við erum eitthvað að reyna að gera eitthvað fínt podcast, en er þetta gott podcast? Nei, er þetta ekki bara alveg eins og öll hinn podcastin nema verra? Og þú veist, er ekki, og á fólk að vera að tjekka á þessu, á fólk að vera að hlusta á þetta, það er eiginlega svona mín loka pæling. Það er svona Herru, nei, slökk á móksturinn. Ég skal bara kveikja á ádróinu. Já, það er svona mín loka pæling. Er þetta ekki bara til að vera alveg eins og allir aðri TikTokerar með að vera með hlaðvarp og okkar er alveg eins og öll hinn nema verra. Nei, sko, málið er að það sem gerur okkur öðruvísi er að það getur enginn verið þú og það getur enginn verið ég og það er bara svona svolítið heila málið. Ég held að það sé enginn með þessar árstíðapælingar. Það er það sem gerur okkur einstaklega. Það getur enginn verið við og ekki heldur þú, kæri hlustandi. Já, ég er einstakur og þú ert einstakur. Og takk fyrir að vera með okkur hérna á Happy Place. Heldur betur. Við bara sjáumst vonandi bara, næsta 50 daga? Já, og það er nú planið að vera einu sinni í viku og við ætlum nú bara að gera það alveg eins og þetta er loka pælingi mín er að ég byrjaði að ná TikTok og ég er að gera 1 TikTok á dag í 1 ár og ég ætla mér að gera það er ekkert, ég er búin að vera þarna hvað núna í 60 daga eða eitthvað. Það er rosalegt sko. 60, eitthvað svo leiðis, 50 dagar. Og ég ætla að ná því og það er nú bara sama með þetta podcast að við ætlum að vera einu sinni í viku. Já, bara og verðum hér ókvæða tíð að skemmta líðnum. Já, við ætlum bara að skemmta líðnum. Það er engin Happy Place. Bara Happy Place. Það er að koma sumar og allir hressir og kátir og upp áfram. Heldur betur. Þannig að getur ekki bara sagt bless núna? Jú, fyrir pælingar. Förum beint í ádróið. Já, takk fyrir. Not live from Sandgerði. Það var fyrir Sæll bróðir.